Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Fyrir ykkur sem eru nýjir hlustendur þá mæli ég með að kíkja á fyrsta þátt hlaðvarpsins sem er svona kynning á mér og hlaðvarpinu. En reyndar er þessi þáttur nú orðin 2 ára gamall, þannig að ég ætti kannski að fara að taka upp svona endurkynningu enda mjög margt búið að gerast á þessum 2 árum. En ég bara enn og aftur, eins og ég hef sagt í þáttunum áður, það er ég svo ótrúlega þakklátt fyrir ykkur hlustendur að þið séu að gefa ykkur tíma til að huga að ykkar heilsu. En það er tilgangur minn að hafa jákvæð áhrif á heilsu og líðan fólksins í kringum mig. Þannig að takk fyrir ykkur. Eins og glöggir hlustendur tóku kannski eftir þá komið nýtt intro. En ég er svo heppin að hann Finnur Sigurjón Sveinbjarnarsson, hann samdi fyrir mig nýtt intro og outro sem að þið fáið að njóta núna í þessari seríu. En þetta er fyrsti þátturinn í 3. seríunni því að nú eru 2 ár liðin frá því að fyrstu þættirnir komu í loftið og 3. serían hefst núna. Þannig að hver sería er 1 ár. En framundan er áhugavert spjall við hann Sigurgeir Svanbergsson sem er íslenskur sjósundskappi sem að fór og reyndi eina erfiðustu sjósundleið heims að synda yfir Ermasundið frá Dover á suðurströnd Englands yfir til Calais í Frakklandi. Þetta var liður í fjáröflun fyrir Píeta-samtökin sem er að reyna að kaupa eigið húsnæði fyrir sína starfsemi og Sigurgeir segir okkur frá því hvernig fór, hvernig maður undirbýr sig fyrir svona svakalega ofur raunir sem hann hefur tekið þátt í, hvað er í gangi í kollinum á manni og meðan maður syndir og í raun og veru bara af hverju maður gerir svona, til hvers að sigla heitir Instagrami hans og það er kannski svolítið það sem við fáum að vita og ræðum svolítið svona andlega heilsu í leiðinni sem er aldrei nóg rætt En áður en við vindum okkur í það spjall, þá langar mér sjálfsögðu að þakka mínum dásamlegu samstarfsaðilum. Það er Spíran, það er Geosilika, það er Virkja og þín fegurð snyrtistofa í Firðinum í hjarta Hafnarfjarðar. Nú fer sumarið svona, það fer að styttast í annan endan á þessu sumri. Og mér langar að hvetja alla til þess að drífa sér á Spíruna og smakka sumarsalat heilsuerlu áður en að það fer af matseðlinum. Nema þið séu bara svona hrikalega ánægð með salatið að þið óski eftir því að verði bara þar allt árið. Þá verði nú bara að blikka hann Rúnar á Spírunni. En síðan er það Geosilika og það er íslenskt frumkvöðlafyrirtæki sem ég er rosalega stolt að vera í samstarfi með sem framleiðir náttúruleg fæðubótarefni í vökvaformi til daglegrar inntöku. En þessi fæðubót hjálpar til við endurnýjun líkamanns frá topp til táar. Og ég minni á sumarpakkan þeirra sem er á 20% afslætti í netverslun þeirra, geosilika.is, en hann inniheldur 2 vörur. Það er Renew sem er fyrir hár, húð og neglur og Recover sem er fyrir vöðva og taugar. Þetta er frábært tvenna núna í sumar. Og ég er sjálf núna að æfa ansi mikið. Ég er að fara að keppa á heimsmeistaramótinu í ólympískum lyftingum í september og þessi tvenna hefur reynst mér mjög vel. Og ég minni líka á að með kóðanum heilsuerla með stóru hái þá getið þið fengið 15% afslátt af öllu í netversluninni hjá Geosilika. Síðan er það Virkja og ég sá á Facebook síðu Virkja að þau eru að fá til liðs við sig 2 nýja kennara og útrúlega spennandi þannig að teymið þeirra er að stækka
og ég hlakka svakalega til að fara á framhaldsnám hjá þeim á næsta ári. En þeir sem hafa áhuga að kynna sér virkja geta fengið frítt 20 mínútna bara spjall við hana Laufu eða einhvern af kennurunum og kynnst þannig betur þessum markþjálfa skóla. Síðan það þín fegurð snyrtistofan sem staðsett á annarri hæð í verslunarmiðstöðinni Firði í hjarta Hafnarfjarðar og það eru svakalegar framkvæmdir núna í gangi í Firðinum. Það verið að gera þetta alltaf alveg svakalega flott og fallegt og tengja saman einhverja byggingar. Þannig að maður þarf að fara inn svona á hliðar inngangana eins og Það búið að taka rúllustegan en það eru lyftur fyrir þá sem þurfa. En ég búin að vera að fara til á þessa snyrtistofu núna í rúmt ár og alveg svakalega ánægð með góða þjónustu, notalegt andrúmsloft og bara ótrúlega notalegt umhverfi. Og svo svona í lokin þá langar mér nú alltaf að minna á Ungbarnasund Erlu, sundskólan sem ég hef rekið í 19 ár og minni á fallegu nýju heimasíðuna mína, ungbarnasunderlu.is fyrir allar nánari upplýsingar en næsta námskeið hefst 27. ágúst. Gestur minn í dag Sigurgeir Svanbergsson sem var að koma heim eftir stórt ævintýri sem hann ætlar að segja okkur frá og þetta ekki fyrsta ævintýrið. Nei, alls ekki. Alls ekki. Og ekki það síðasta? Nei, alls ekki heldur. Nei. Það margir draumar, stóri draumar. En þú sem sagt reyndir að synda yfir Ermasundið frá Englandi til Frakklands. Já. Já. Einmitt. Þetta er stórt. Já, þetta er eiginlega það er eiginlega pínu slæmt að ég eigi eftir að gera þetta aftur og nú veit ég út í hvað ég er að fara. Það var rosa gott að vita bara ekki neitt Nú veit ég hvað bíður mín. Já. En þetta fór eins og það fór og ég hlakka til að reyna aftur en þetta er ansi mikið. Þetta er vesen. Við kannski komum aftur þessu eftir smá, en mér langar samt svolítið bara svona fyrst að leyfa þér að kynna þig. Hver Sigurgeir og hvað fær mann til að fara út í svona verkefni? Ég heiti Sigurgeir Svanbergsson og ég hef alltaf verið svona, kannski manískur ekki alveg rétt á orðið, en mjög hvattvís. Og ég hef alltaf viljað gera hluti sem ekkert endilega allir eru til í. Okay. Og þetta sjósundævintýri byrjar, ég var ég átti að fara að keppa í bardagaíþróttum á heimsmeistaramóti og það var bara ógeðslega stutt í þetta og ég var þvílíkt spenntur, búinn að æfa endalaust og ég var með mér svolítið forskot inn í þetta út af því að ég kem inn sem byrjandi út af það ekki hægt að keppa í þessu Íslandi. Þannig ég átti að fara að keppa sem byrjandi án þess í rauninni að vera byrjandi. Hvað varstu þá gamall? Þetta bara fyrir 5 árum. Já, þetta bara fyrir 5 árum? Já, 5 eða 6. Já. Og ég ætlaði að nýta mér það svolítið, að vera ekki byrjandi, en út af að ég var ekki með neitt rekord á mér, þá var ég byrjandi, innan gæsalappa. Og við vorum komin til Reykjavíkur, áttum bara flug til London, þegar öllu skellt í lás, út af COVID. Og það voru fleiri tækifæri á þessum tíma. Ég var með stelpu í þjálfun hjá mér sem var að fara að keppa í Englandi í annarri bardagaíþrótt, eða þetta var svona blandaðar bardagalistir. Og hún var að fara að keppa fyrir hönd félagsins okkar og það var rosa mikið í gangi og spennustigið hátt og svo bara var skellt í lás bara og við fengum bara e-mail bara, herri, það verður ekkert úr þessu því miður. Og spennufallið mitt var ekki jákvætt þarna, út af því að ég fekk ekki að gera neitt, ég var búinn að æfa í eitthvað ár fyrir þetta, búinn að þjálfa aðra stelpu í ár fyrir sinn fyrsta bardaga og þetta var alveg svona, það var komið að þessu og... Svo bara sorry. Já, svo bara því miður. Og þá fór ég svona að dunda mér, finna mér eitthvað til þess að ögra sjálfum mér og
datt í svona smá sjálfsvorkun og þetta var svona leiðindatími og ég var ekki að finna mig í lífinu bara einhvern veginn og þá góðu vinur minn sem að dregur mig með í sjósund og mér leist ekkert á það fyrst sko, út af því ég í grunninn í kuldaskræfa, alveg mikil sko og meira að segja fyrsta sinn sem við förum í sjóinn þá fer ég bara upp á hnjám sko, hleyp upp úr og öskra bara á hann og segi þú ert bara bilaður, þetta ekkert hægt, þetta bara heimskulegt. En svo pröfa ég aftur og þá finn ég, þú veist, að þetta eitthvað fyrir mig sko. Og þannig byrjar sjósund ævintýrið. Og ég var líka búinn að heyra, ég heyrði eitthvað svona, ég var að skrolla á Instagram og það var einhver sem sagði, sem var að gera einhverja svona trillta hluti og hann sagði að hann gerir þessa hluti ekki fyrir egóið sitt og gerir þetta ekki fyrir eitthvað svona glory, heldur honum fannst hann eiga skilið að vita hvernig tilfinningin að gefast ekki upp á sjálfum sér. Og það talaði pínu til mín sko. Fallegt. Og þannig byrjar þetta og svo byrjar þetta bara að rúlla, svo verð ég að ögra mér aðeins meira og Ég var að fara aðeins yfir, sko, því að kannski einhverju sem að hlusta hafa ekki heyrt öll þessi verkefni. Hvað var fyrsta svona stóra áskorunin? Sjósund, það var að synda frá þvera Kollafjörð, frá Kjalarnesi og heim til mömmu og pappa í Bryggjukörfunni. Ok, vá. Hvað tók það langan tíma? 9 klukkutíma. Vá. Og á þessum tíma kunni ég ekki skriðsund, sko. Og valla að synda. Þetta var svona klaufalegt bringusund, eitthvað. Frúarsund eins og kallað. Já, þetta var rugl, sko. Þú veist, við fórum hann á stað og þetta gekk rosa vel til að byrja með og ég var með straumana með mér í liði og allt alveg geggjað. En mér fannst skrítið að fylgdabáturinn minn, hann var alltaf að taka risa hringi kringum mig og var alltaf fullu blasti. Og svo komu þeir til mín og sögðu bara ef við förum hægar þá drepur mótorinn á sér, hann eitthvað bilaður báturinn. Okay. Ég eitthvað, já, ok, við bara hörkum þetta og héldum áfram og allar matargjafir, þá komu þeir á fullu blasti til mín og sögðu það að koma matargjöf núna eftir 1 mínútu. Svo tóku þeir annan hring og fóru fram hjá mér á þvílíkum hraða og réttu út bolla af einhverju sem ég þurfti bara að grípa á ferðinni. Sko. Þetta var alveg tvöföld áskorun. Já, þetta var bara vesen. Og svo var náttúrulega bensínið á bátnum bara, það var bara búið eftir smá. Sko. Og þeir koma til mín og segja, herru, við verðum að hætta þessu, báturinn bilaður. Og ég var ekki tilbúinn til að setja mig við það. Þetta var líka styrktaverkefni fyrir einstök börn. Þannig ég sagði, hreitt einhverju í það þannig. Þið verður bara að redda báti að laga þetta, þið verður að gera eitthvað. Þannig ég synti þannig einhverja hringi í, ég held að það hafi verið klukkutími. Þegar kemur svo nýr bátur og þetta var svona, já, þú veist, ég var bara borðandi nammi, það fór illa í mig. Þannig ég var kastandi upp í einhverja 3 klukkutíma. Á meðan þú varst að synda? Já. Það gerði reynda bringusundið ágætt. Það er auðveldara að kasta upp og synda ef þú ert að gera bringusund. En þetta kláraðist nú hjá okkur með miklu harki og þá vildi ég bara gera meira sko. Fara alltaf eitthvað stærra og stærra og eftir þetta þá fór ég og talaði við liðið mitt og sagði að ég vildi taka Vestmannaeyjar, synda frá Vestmannaeyjum. Og þá var góður vinur minn Valdi sem vinnur hjá Hafsporti sem hefur verið að láta mig fá búnað og svona. Hann sagði við mig, þú verður þá að læra skriðsund. Það eru sterkir straumar þannig að þú ferð ekkert þannig yfir á einhverju svona skrýtnu bringusundi sem flokkast valla undir bringusund sko. Og ég svona eins og ég já, ég skoða það. Og svo 3 mánuðum fyrir Eyjasundið, þá fór ég að hugsa þetta eitthvað, og ég verð nú kannski eitthvað að læra þetta. Og fór á YouTube. Ekkert á námskeið. Nei, fór á YouTube og svona lærði einhver grunnatriði og svo fór ég út í sjó að pröfa og mér fannst þetta ganga svo vel. Ég sagði, ég er orðinn góður í skriðsundi. Og förum svo Vestmannaeyjar, tökum það á tæpum 7 tímum. Vá.
og þá heyrir félagi minn í mér sem er sundkennari og segir við mig, heyrðu, það var geggjað að fylgjast með þessu og alveg rosalegt að hafa farið hann yfir, en þú varst að gera allt vitlaust. Það var ekkert rétt sem þú gerir. Eyða orkunni bara í Já. eitthvað. Þannig að þá fór ég svona að hugsa þetta, já, ég ætti nú kannski eitthvað að skoða þetta betur. Þannig að ég er ennþá að læra og ég lærði það núna, ég er ekki einu svona synda rétt núna, sko. Ég lærði það í Ermarsundinu. Já. Þannig að þetta, svo syndir nú eitthvað fyrir austan með konuna þín í kajak einhvern tímann, eða ekki? Jú, það var í nóvember. Það var í nóvember. Ég sá það á Instagram hjá Jónínu, Já, sameiginlegri vinkonu okkar. já, það það var líka fyrir Píeta-samtökin og það var svona táknrænt ferðalag, hjálparhönd Píeta, logoið hjá þeim er hjálparhönd og þetta var táknrænt fyrir þessa hjálparhönd og líka það að hún Sóley, kona mín, sem hefur alltaf verið í kajak við hliðina á mér að gefa mér að borða, hún er algjör kuldaskræfa og skíthrædd við sjóinn en samt elti mig alltaf til þess að ég fá að borða og þetta var líka táknrænt fyrir það að núna ætlaði ég að draga hana yfir, sko. Þannig að ég batt hana við mittið á mér og dró hana frá Reyðarfirði til Eskifjarðar. Já. Sjórinn var 2 gráður kaldast. Var það mjög krefjandi að vera með eitthvað eftirdrægi? Fyrst, alltaf eftir að ég stoppaði fyrir matagjafir. Þetta var svona að ná skriðinu, þú veist, en leið skriðhraðinn og þetta momentum var komið, þá fann ég kannski ekki þannig sér fyrir því, en þetta var samt alltaf að draga orku úr mér, þú veist, en ekkert endilega sem ég tók eftir þegar maður búinn að ná ákveðnum ryþma, sko. Þannig að Ermarsundið, er það þá þetta alveg langstærsta sem þú hefur gert? Já, alveg langstærst, sko. Það var, við fórum cirka 40 kílómetra. Vá, þú syndir 40 kílómetra? Já, svona cirka. Gæti verið örlítið meira eða örlítið minna. Á hvað löngum tíma? 14,5 tíma. Og svo þurfti bara að stoppa út af öryggisástæðum. Ég fylgdist með þér á Instagram. Já. Það heitir Til hvers að synda? Til hvers að sigla. Til hvers að sigla, já, til hvers að sigla. Þetta var orðið náttúrulega bara hættulegt. Og ef ég hefði verið með rétta tækni til þess að synda í svona opnu hafi, þá hefði ég alveg hugsanlega geta haldið í við straumana. En ég var ekki að synda alveg rétt. Þannig að ég var ekki að ná þessum hraða sem ég hefði þurft, sko, til þess að halda í við hann. Þannig að þau stoppuðu sundið sem var rosa vont. Hvernig leið þér þá? Ömurlega. Þetta var bara hræðilegt. Mér fannst ég hafa brugðist öllu og sjálfum mér og þetta var bara ömurlegt. Og líka út af mér fannst svo stutt eftir. Ég sá ljósin í Frakklandi og vitan, ég sá vita sem var þarna við tangan. Sá hann rosa vel, sko, þú veist, snúningin á ljósinu og þetta kom mér aðeins á óvart. Þegar ég held að þetta var að ganga miklu betur en þetta var að ganga. En svo þegar ég fékk að sjá þetta frá þeirra sjónarhorni þá það var ekkert annað. Þeir sáu bara smá ljóstýru á sundhöttuninni. Já. Og svona týnist fólk, sko. Út af því að það er verið að harka í einhverjum svona aðstæðum sem að það bara má ekki, sko. Nei. Þannig að þau tóku rétt ákvörðun, alveg 100%. Og ég sá þarna á Instagraminu að það voru fleiri að reyna þetta á sama tíma. Já. Og allir teknir upp úr. Já, allavega ég held að allir sem voru á þessum stað á sama tíma og ég, það voru einhverjir sem fóru fyrr á stað og synda hraðar en ég sem að komast yfir. En þeir sem voru í þessum snúningi sem ég lenti í, ég held að allir þar, sko, bæði sóló sundmenn og boðsundsveitir, allavega ein boðsundsveit sem var stoppuð af, sko. Þannig að þetta voru alveg aðstæður sem voru erfiðar. Hvernig undirbýr maður sig fyrir svona, bæði líkamlega og andlega, fyrir svona áskoranir? Þetta er aðalega andlegt, sko. Þetta er líkamlegt fyrstu 3 tímana. Ekki einu sinni það. Þetta er líkamlegt fyrstu 2 tímana.
svo er þetta bara hausinn, bara endalaus barátta við hausinn. Og undirbúa sig, það er eiginlega ekkert einhver ein leið, sko. Þetta er eiginlega bara að setja sig í, eins og ég gerir þetta er örugglega mjög misjafnt, sko. Eins og ég gerir það er að setja mig bara í aðstæður sem eru erfiðar og óþægilegar og svona komast í gegnum það, byggja bara fyrir allar útgönguleiðir í rauninni, í hausnum á mér, bara má ekki hætta fyrir undir búið. Og ég var að taka að mér svoleiðis verkefni, mest megnis, sko. Sé að ég hefði kannski átt að pæla meira í tækni, sem ég gerði alveg og ég fekk þjálfara og þú veist, ég er miklu betri sundmaður núna en ég var fyrir ári, en ég hefði átt að einblína meira á tæknina. Já. Og þú varst að synda til að safna fyrir Pieta. Finnst þér það táknrænt, mjög táknrænt fyrir þetta sem þú varst að lýsa? Mér finnst það svona. Já, þetta er náttúrulega, eins og þetta endaði, þá getur þetta ekki orðið táknrænna, sko, út af því að mér var bjargað úr myrkrinu, sko. Já. Og áður en ég myndi týnast einhvers staðar í þessu svarta myrkri. Og því miður týnist fólk oft í myrkrinu og það er erfitt að finna það, sko. Og þá lít ég svolítið á það eins og teymið mitt hafi verið Pieta-samtökin, að grípa mig úr myrkrinu áður en ég týndist þar, sko. Þannig að þetta varð alveg í rauninni táknrænna svona fyrir Pieta-samtökinu heldur en ef ég hefði komist alla leið yfir, sko. Já. Svona ef maður ætlar að reyna að gera jákvætt úr því að þetta kláraðist ekki, sko. Mér finnst mjög bara jákvætt hvað maður er að sjá marga vera að gera eitthvað svona til þess að styðja alls konar málefni. Og maður hefur alveg tekið vel eftir Pieta-samtökunum undanfarið. Alveg, þú veist, eins og Bergur er búinn að vera að ganga þarna yfir Ísland og Einar Hansberg með einhverja svona rosalega, þetta er allt svolítið svona ofurmannlegt sem þið eru að gera. Já, við erum búin að vera í samskiptum líka. Já. Við erum búin að spjalla saman, sko. Er þetta eitthvað svona, þú veist, ég bara hugsa hvort það svona, þetta Pieta, hvort það, ég veit ekki eins og hvernig ég á að orða þetta, en allt sem þið eru að gera er eitthvað svo risastórt og það er kannski akkurat það sem er að gerast í hugunum á fólki því það sér ekki lausn. Já. Að það er svo stórt að það gefst upp. Já, sko, ég allavega sé það þannig að það sem við erum að gera er miklu auðveldara heldur en þessi hugaleikfimi sem sumt fólk þarf að díla við, sem er bókstaflega að sannfæra sig af hverju það á bara að vera lifandi ennþá, sko. Já. Og ég geti alveg trúa því að það sé miklu erfiðara heldur en að synda yfir Ermarsundið eða labba yfir Ísland eða æfa í viku. Munurinn er bara sá að við setjum okkur í þessar aðstæður á meðan aðrir festast í aðstæðum sem það ræður ekkert endilega við og veit kannski ekki hvert á að leita og skammar sín jafnvel fyrir það að leita í einhverja hjálp og það þarf bara að vekja athygli á þessu, sko. En hvað var til þess að þú valdir til dæmis Pieta-samtökin? Bara samfélagið, bara Ísland yfir höfuð. Maður var bara farin að sjá mikið myrkur hjá fólki og vissi ekki hvernig ætti að díla við það og svo náttúrulega er heilbrigðiskerfið eins og það er mjög erfitt að fá geðhjálp. En Pieta eru að grípa fólk og eru með geðhjálp hjá sér, eru með sálfræðinga og eru með opinn síma og eru að taka við fullt af viðtölum og eru að grípa fólk og það vita ekkert allir að þessu, sko. Það var svona aðalmarkmiðið mitt í nóvember, bara að segja fólki þetta til. Fjáröflunin var svona bónus þar, sko. Og er alveg að safnast vel í svona, þegar maður er að gera svona verkefni, eða áskoranir, hvað kallaði þetta? Já, þetta var, ég hef tekið nokkur svona áhættasund og þetta var, í nóvember var skyndiákvörðun, þannig sé með við hinn, sko. En
aldrei safnast jafn mikið, sko. Fyrir þetta var bara mánaða fyrirvari, ég heyrði í Píeta og bara, það var einhver mánuður, bara mig langar að gera þetta, en við verðum að hafa hraðar hendur út af því að ég vil gera þetta í vetur og þannig að við bara keyrðum á stað einhverja svona eins mikla markaðsendingu við gátum, en hún var náttúrulega ekki mikil og eins og fyrir Ermarsundið, út af við höfðum bara ekki tíma til þess, en safnaði samt 1,1 milljón. Sem er bara magnað. Og ég sá líka því ég fylgdist með ykkur hérna á Instagram að Píeta er að safna fyrir húsnæði. Já. Eiga þess að ekkert húsnæði sjálfur eða? Nei. Þau eru búin að vera milli húsnæða og leigja og hafa verið að lenda í myglu og þetta er búið að vera bara alvöru vesen þau þurfa húsnæði, sko. Það væri hræðilegt ef að þessi samtök myndu leggjast niður og það væri bara alls ekki gott, sko. Þegar þau grípa marga. Ég held að þetta séu, það eru rosa margir sem hafa samband, sem er náttúrulega gott. Það er fólk þá, þú veist, að leyfa sér að verða, setja niður skildi og veggi og biðja hjálp, sko. En það er erfitt í heilbrigðiskerfinu að gera það. Það er bara að koma þangað og segja ég þarf hjálp, þá er það bara, farðu í röðina sem eru einhver ár jafnvel, sko. Á meðan þú færð strax viðtal hjá Píetum. Frítt. Já. Þannig að þetta eru mjög mikilvæg samtök. Sem betur fyrir eru nú rosa mikið af góðum samtökum til og maður er að sjá núna þegar nú styttist í Reykjavík maraþon. Já. Og maður hefur verið að taka eftir alls konar hvað er fallegt, hvað fólk er duglegt að safna fyrir alls konar málefnum. Já. Því að, einhverju þurfa að leita andlegri aðstoð, einhverju er einhver annar. Mér finnst bara svo fallegt að sjá hvað það virðist vera mikill samhugur í þjóðinni, sko. Já. En mér hefur fundist Píeta rosa áberandi síðustu svona 2 ár. Já. Eins og Auður vinkona mín var í viðtali hérna fyrir, ég veit ekki, það hefði ekki verið í fyrra frekar, en þess að vera tímilega svo rætt. Já. Og hún einmitt líka hefur verið að halda svona viðburði í himnastegunum og eitthvað fyrir Píeta. Þannig að alls konar, það eru svo margir að gera, margt smátt gerir nefnilega stórt, sko. Já, og þetta er líka, Píeta er líka eitthvað sem allir eru sammála um. Þú veist, það er ekki, það væri voða skrítið ef einhver var á móti þessu, eitthvað, Já, einmitt, já. Þú veist, þannig að maður fær alla með sér. Á meðan ég hef verið að synda fyrir málefni sem að voru kannski, voru skiptar skoðanir á þeim. Ok. Einmitt, því andleg heilsa varðar okkur öll. Já. Þú veist, annarkvort okkur sjálf eða einhver nálægt okkur. Það er einhvern veginn geta allir tengt við það, sko. En ég spyr einmitt alla sem koma til mín, kannski bara góða punktur núna, að, þú veist, hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa fyrir mér er líðan aðalega. Og það getur verið svo mismunandi. En það verður að vera réttur, það er náttúrulega hægt að halda að manni líði vel, en manni líður kannski ekkert í alvörunni vel. Þetta er svona, ég hef verið að sökkva mig svolítið í þessar pælingar, sko. Já. Og ég hef ákveðnar hugmyndir sem að virka fyrir mig, virka örugglega ekki fyrir alla, en ég held samt að allir gætu að einhverju leyti tengt við pælinguna mína og ég segi það mikið við fólk sem ég hef verið að aðstoða í þá þjálfun eða hverju sem er, að þegar að þú nærð smá stjórn á sársauka þá forðastu þjáningu. Getur útskýrt það nánar? Já, fyrir mig virkar það þannig að ég berskjalda mig fyrir hlutum sem mér finnst vondir og óþægilegir og þjálfa hausinn minn í því að díla við þann sársauka og með því að læra að díla við sársauka og bregðast við álagi og óþægindum þá eru minni líkur á því að ég fari í þjáningu. Og þjáning er náttúrulega, fyrir mér er munurinn á sársauka og þjáning eitthvað, þú
þú veist, það er risa eðlismunur þar. Þjáning, þá er maður bara fastur í einhverju ógeði. En sársauki, hann verður alltaf. Það er ekki hægt að komast undan honum og fara í gegnum lífið án þess að fá einhvern sársauki sér sama hvort að hann sé líkamlegur eða andlegur. Og á meðan þú lærir að díla við sársaukaðinn og bregðast rétt við honum og svona vinna rétt að honum, þá ertu að forðast þjáningu og eitthvað sem geti haft varanleg áhrif. Og það er náttúrulega ógeðslega óþægilegt ferðalag að fara í að horfa á eitthvað sem að manni finnst óþægilegt og vont og ömurlegt og labba í áttina að því. En uppskeran er rosalega mikil. Og þannig byrjar svolítið mér sé sjósund út af því ég er kuldaskræfa og ég er ekki hrifinn af marglyttum og svona alls konar hlutir sem að mér er illa við. En ég er búinn að ná að stilla hausinn minn rosa mikið af með því að gera þessa hluti. Út af því að það eru bara, þægindin eru svo mikil. Í nútíma samfélagi er fólk svolítið mikið bara í þægindaramma. Já. Er það ekki? Jú, og það þolir ekkert álag og ég hef verið þar, sko. Þú veist að pínu lítið kemur upp á, bara eitthvað sem er örlítið óþægilegt. Og maður fer að mikla svo mikið fyrir sér að maður verður bara hálfruglaður, sko. En leið maður lærir svolítið að díla við þessa hluti á réttan hátt og það getur verið öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir mig. En það tekur rosa mikla pressu af manni. En hvað olli þessari hugarfarsbreytingu? Þú veist, hvað var til þess að þú fórst að sjá þetta þennan hátt? Ég var bara ekkert á frábærum stað í hausnum, sko. Það sást ekkert endilega á mér, sko. En ég var komin í svolítið ofþyngd og mér leið illa út af því ég gat ekkert gert allt sem mér langaði að gera, þú veist, og þegar ég var að æfa þá gat ég ekki æft eins og ég vildi æfa og ég var farin að sækja í þú veist, allan mat sem er slæmur fyrir mann sem án þess að fatta það, þú veist, ég fattaði ekkert að mér leið ekki vel, ég hélt mér liði vel, sko. Ég bara svona áttaði mig á því að ég lét allt eftir mér, einhvern veginn. Þetta er svona, það er mjög erfitt að útskýra hvernig ég áttaði mig á þessu, út af því að þetta var ekki svona, mér líður ömurlega og ég verð að gera eitthvað. Þetta var meira svona, ég læt allt eftir mér og ég er að skemma mig á því. Þetta var meira þannig, ég sá hvað ég var að gera við líkamann minn og hvað ég var að gera við huga minn með því að láta allt eftir mér og leyfa mér allt endalaust og sett aldrei neina press á mig og þá verður maður náttúrulega bara veikur og andlega og líkamlega og áður en maður veit af þá er maður bara komin eitthvað sem að maður hefði ekkert kosið að fara. Þannig að þetta er svona, þetta er kannski pínu flókið út, þetta var ekkert svona eitt moment. Nei, þetta var ekkert eitthvað svona moment sem ég fattaði að mér líður illa. Nei. En þetta er bara samt mjög áhugavert að ég held að séu ótrúlega margir fastir bara á einhverju hamstrahjóli í einhverjum þægindaramma innan gæsalappa sem er samt ekki þægindarammi af því að fólki líður ekki vel. Já. Og það er svo erfitt að breyta vana og þú veist. Já. Þannig að bara það að vita að það er hægt en það er bara spurning hvernig áttar maður sig á því að þetta er ekki að þjóna manni það sem maður er að gera, sko. Maður þarf að átta sig á því, sko. Og það hefur oft verið eins og ef ég hef verið að neita mér einhver matvæli eða neita mér eitthvað, þú veist, sama hvað það er. Og þá hefur oft verið sagt við mig bara, af hverju sem, þú veist, þetta er gaman. Þetta er, þú veist, af hverju þetta neita, þú lifir bara einu sinni og af hverju ekki. Þetta er fjör, eða þetta er gott. Það ég myndi ekki nenna þessu. En þá hef ég oft annarkvort sagt eða hugsað, þú heldur að þetta sé gaman, þú heldur þetta sé, en þetta er bara eitthvað svona dópamín fíkn sem þú ert að sækja í mómentinu, þú veist, og þetta er ekki að gera gott þegar fram er litið. Einmitt. Og þú veist, þess vegna hef ég verið að pröfa eins og þegar maður heyrir í dag einhvern segja,
ég er að drepast úr hungri, þá eru 99,9% líkur á því að viðkomandi sé að drepast úr græðgi, ekki hungri. Og mig langaði að pröfa, mig langaði að vita munin á græðgistilfinningu og hungurstilfinningu, þannig að mig langaði að pröfa að fasta í 4 daga. Og það er rosalega mikill munur á hungri og græðgi og allt öðruvísi. Græðgin er miklu óþægilegri, sko. Hvernig leiðir á þessari 4 daga föstu? Fyrsti dagurinn var náttúrulega ömurlegur út af þá var ég svo gráðugur. Annar dagurinn var ekkert góður heldur, þú veist. Þriðji dagurinn var eiginlega vestur út af þá var, ég held að líkaminn hafi verið í smá svona, einhverju hey, þú veist, hvað er í gangi hérna? Þú voru að borða eitthvað. Svo 4. dagurinn, hann var eiginlega rólegastur. En hann var svona, það var eins og ég var að taka koffínskot alltaf inn á milli. Þú veist, allt í einu kom brjáluð orka og svo krassaði ég og svo allt í einu kom brjáluð orka og svo krassaði ég og... Áhugavert. Já, þetta var mjög skrítin upplifun. En núna veit ég munin, þú veist, ég er samt staðráðinn í því að alvöru hungur er þegar þú ert ekki búinn að borða í kannski 4-5 daga og þú veist ekki hvort þú komist í mat. Þar er alvöru hungur. Þetta er svona næsta sem ég kemst. Það er bara að neita mér um mat og vita hvernig það er. Og ég var í vinnutörn þegar ég var að þessu og ég var með þessu spurður oft bara af hverju til hvers ertu að þessu, af hverju ertu að fara svona með þig? Og margir heldur mér að segja ég væri að þessu sem einhver megrunartól, sko. En þetta var bara mér langaði að vita. Mér langaði að vita hvernig tilfinningin er. Það var eina sem ég var að sækja í. Vita hvernig tilfinningin er og sjá hvort ég hefði hausinn í þetta, sko. Og hvað fékkstu út úr þessu? Ég fékk náttúrulega út í, ég vissi að ég gat þetta. Þú veist, mér fannst það gott. Ég hafði hausinn í að gera þetta. Og svona líkamlegi munurinn á græðgi og hungri, ég fann hann rosalega vel. Og í minni upplifun, þá allavega, þá er sko græðgi, þá koma þessi gafnagaul og þessi magakrampar og þetta, þú veist, maður verður pirraður og meðan hungrið er miklu meira orkutap og maður verður fyrir að hugsa óskýrt og allt verður skrítið bara. Það er kannski eins og þú ert að lýsa munin á þjáningu og sársauka. Já, getur verið, já. En það er mikill munur hana og núna finnst mér oftast fyndið þegar fólk segist verið drepast úr hungri út af því að það er ekki að drepast úr hungri. Það á 5, 6, 7, jafnvel 3 vikur eftir og þá er það kannski að fara að drepast úr hungri. En ég veit náttúrulega ég er líka aðeins að lesa of mikið orð þarna en þetta er samt skemmtileg pæling, sko, eða svona áhugaverð pæling. Ég veit að maður er svo góður vanur, sko, ef maður er orðin mjög svangur þá ég held að fólk noti þetta oft, vá, ég er að deyja úr hungri. Já. En já. Ég noti þetta ennþá, ég segi þetta ennþá alveg. Ég er að deyja úr hungri, ég er að fá mér eitthvað. Ég hætti eiginlega að nota þetta eftir fólk sem ég þekki á einhverjan strák og hann tekur öllu svo bókstaflega og þau einhver sagði þetta einhvern tímann og þá bara nei, ekki deyja og eftir það er ég bara búin að passa að nota aldrei þetta orð. Það er greið, það er nú örugglega hræðilegt að upplifa það. Þannig að já. En hvað fer í gegnum hausinn á manni þegar maður er einn út í sjó í 14 klukkutíma? Það er ýmislegt. Ég reynir svolítið að fá bara eitthvað lag á heilann og bara lúppa því í gegn bara og reyna að hugsa sem minnst. Baby Shark? Nei, djók. Nei, það verður að vera eitthvað svona, nei, Baby Shark, þá myndi ég fara upp úr. Staying Alive. Já, ég hef verið að nota Breakfast at Tiffany's. Það hefur verið svolítið að spilast í gegnum hausinn á mér. Og lag sem heitir The Story. Og einhver svona lög sem halda mér í takti. Og svo stundum er ég bara að telja. Þú
þú veist, þá er ég að telja sundtökin mín 1, 2, 3, anda, 1, 2, 3, anda Bara algjör núvitund. já, bara reyni og stundum ef ég finn það að ég er svona farin að komin svona væl í mig og ég er farin að vilja hætta og eitthvað, þá reyni ég að setja hausinn á mér eitthvað allt annað sko. Þá stundum ímynda ég mér að ég eigi bara pínu lítið eftir og stundum næ ég mér þess að trúa mér sko. Og já, það er svo margt sem fer þannig í gegn sko. Maður er alltaf bara með sjálfum sér í marga klukktíma og þetta er svona erfitt fyrst. Og þú mátt aldrei snerta bátinn, er það ekki einhver regla? Jú, það má ekki. Það er bara á hvað klukkutíma fresti matagjöf eða? Já, og það er bara sendt niður með, þú veist, með einhverju. Híft niður í bandi? Já, og það er mismunandi hvernig fólk gerir það. Sumir rétt að bara brúsa niður, þú veist, en við vorum með þetta í bandi og í svona vasspípu eða svona lagnar tépípu einhverju með loki undir og það var bara skál og það var sett maturinn ofan í það. Já, og hefur maður alveg matarlyst þegar maður er að synda svona? En það er líka misjafnt. Ég hafði rosa góða matarlyst í Ermarsundinu. Okay. Ég borðaði rosalega vel og matargjafir gengur rosalega vel sko. En eftir 9-10 tíma kannski þá var ég alveg farin frá planinu sko. Við vorum með plan, matargjafaplan og eftir einhver 10 tíma þá vildi ég bara hlaupbangsa og kók. Hvað varst að borða svona fyrst? Ég var með Gainer sem er náttúrulega bara ótrúlega mikið hitaeiningum. Cream of rice sem við byggum til svona búðing úr sem er náttúrulega bara fullt af kolvetnum. Grjónagraut og svona korni, eða svipað á korni og unbroken. Það kemur mér í gegnum þessi sund yfirleitt sko. En svo eftir þetta langan tíma og þú veist, þetta var allt góð orka sem ég var að setja í mig, sem endist aðeins, en eftir þetta langan tíma þá er það bara instant, sykur strax og það er líka bara kolvetni, einföld kolvetni til að vinna. Þannig að það voru bara gúmmíbangsar og kók sem að virkuðu hann undir lokin sko. Og svo við keyptum svona nokkra kassa af kók í dós sem voru bara 150 millilítrar. Já, snöð. Þannig að ég gæti bara krist dósina ofan í mig. Þannig ég fékk alltaf 150 millilítra af kóki sko. Ég var nú ekki búinn að drekka kók mjög lengi. En það er svona ný virðing fyrir kóki sem er komin núna. Var það ekki fundið upp sem lyf? Heyrði maður einhvern tíma? Jú, ég held að það hafi verið magalyf. Sem þetta er alveg sko. Þú veist, það er ástæða fyrir því að þegar fólk er kastandi upp eða með einhverja svoleiðis veiru að fá sér kók. En fór gósið ekkert illiði? Nei, ég fann ekkert fyrir því. Ekki neitt sko. Ég hafði samt áhyggjur að því, ég hef alltaf verið með eitthvað gos og þetta var alveg áhyggjefni en það einhvern veginn. Einmitt, þannig að það er kannski ennþá meira svekkjandi að þurfa að hætta fyrst að því leið svona vel og matagjafi gengur vel. Já, ég var náttúrulega aðeins byrjaður að væla, þú veist, og ég var líka svolítið að væla markvisst út af þegar ég fann það að ég þurfti að láta öskra á mig sko. Og fór ég svona væli í þeim aðeins og þá letuðu mig heyra það og svona, ég þurfti að því halda. Vissir þú að þau voru líka sjóveik? Ég sá það á Instagram. Nei, ég hafði ekki hugmynd. Ég hugsaði eins og þú vitið það ekki. Þau eru gubbandi. Ég má ekki vita neitt svona. Það er alveg, við erum búin að komast að því. Ég fer alltaf að hafa svo miklar áhyggjur af þeim. Já, þetta er umhyggjusamur. Já, ég er eiginlega þegar kemur á svona. Það er búið að skamma mig nokkru sinnum fyrir þetta. Ef ég sé kannski einhvern á bátnum sem mér finnst bara ekki líta vel út, þá fer ég að hægja á mér og svona spyrja, er allt í lagi með Þröst eða er í lagi með Sóley? Það er samt bara góður eiginleiki, myndi ég segja. Já, það er góður eiginleiki og rosalega góður eiginleiki ef að það eru tveir að synda saman. Út af því að þá er maður alltaf að pæla í manneskjunni sem er með sér. En þetta eru hlutir sem ég á ekki að hafa áhyggjur af, sko. Eins og í einhverju sundinu, ég held að hafi verið Grettisundið,
þá var ég farin að hafa svo miklar áhyggjur af því að þeim væri kalt þegar ég var ofan í 6 til 8 gráðu sjó og farin að blána sko. En ég hafði svo miklar áhyggjur og það hægði rosa á mér út að ég var alltaf að pæla í hvort það væri í lagi með þau. Sem voru að fylgja þér? Já. Já. En svona dagarnir eftir svona stór verkefni, hvernig líður manni þá? Ég verð þunnur. Ég hef ekki drukkið áfengi síðan 2021, en ég verð ennþá þunnur. Og þetta verður alvöru þinga, bara alvörunni, þú veist, maður vill bara drekka endalaust, borða endalaust og vera einhvers staðar að vorkenna sér. Það bara... Hvort sem að þú nærð takmarkinu eða ekki? Já. Það er náttúrulega, þegar maður nærir því, þá er alltaf ákveðin vellíðan, sko, en líkaminn er bara í einhverju bulli og maður er meira að segja með, sko, þyngu hóstan út af öllu saltinu sem maður er búinn að vera að drekka og maður er með svona rámur og hóstar mikið og þetta er bara alveg eins og þynga. Bara nákvæmlega eins. Það er bara að fá saltvatn í æð næst eftir. Já. Til þess að forðast þynguna. Þannig að þetta, og svo náttúrulega út af því að maður þekkir þynguna, þú veist, líkamlegu einkennin og eftir eins og Grettisundið sem er ennþá eitt af erfiðustu sundum sem ég hef tekið, þó að það sé ekki nálægt ég að vera það lengsta, þá varði ég svo þunnur að ég fekk meira að segja þyngu móralinn. Það var bara eitthvað, þú veist, líkaminn þekkti þessi einkenni og hausinn þekkti þessi einkenni og þá bara var eins og honum hafi fundist, já það á að vera mórall núna. Þér á að líða illa yfir einhver sem þú gerðir í gær. Og þannig ég var með mórall og svona, það var einhvern veginn allt ómögulegt og ég lítill í mér. Er eitthvað sérstakt sem stendur upp úr á öllu þessu? Hvað segir þetta, 5 ár? Þetta er rosa mikið búið að gerast á 5 árum. Já, á 5 árum, það eru 4 ár síðan ég tók fyrsta stóra sundið, 5 ár síðan ég byrjaði að fara út í sjó. Já. Og Grettisundið stendur alltaf svolítið upp úr hjá mér. Hvar syndir maður þá? Það er frá Drangey og í land. Og þetta er náttúrulega kallað Grettisund út af sögunni. Grettir syndi yfir til þess að sækja eld. Og ég var búinn að taka Kollafjörðinn og Vestmannaeyjar þannig og fer rosalega svona hrokafullur í þetta út af þetta er miklu styttra, æfði ekkert fyrir þetta þannig og þetta var bara svona eitthvað sem ég ætlaði að krossa á listanum út af það var gaman að vera búinn að pröfa þetta og fór í þetta sund haldandi það að þetta er ekkert mál sko. Þá var ég ekki búinn að pæla í því hvað er kalt þarna fyrir norðan og ég lenti í svona marglitu þyrpingu, kom röndóttur upp úr því sundi og ég var svo kaldur og við lentum í einhverjum furðulegum straumum þannig að þetta endaði í 3 kílómetrum lengra en það ætti í rauninni að vera og þetta tók allt úr mér sko. Ég var gjörsamlega búinn sko. Þannig að þetta stendur og þetta kenndi mér líka það að sama hversu stutt ekki vanmeta bara fara út í það með sama hugafari og allt annað sko. Já. Spurðu þið einhver tímann af hverju er ég að þessu? Alltaf. Alltaf. Og það kemur alltaf, þetta er síðasta skipti. Í hvert einasta skipti, þá hugsa ég það. Svo þarf ég bara 1 dag og þá er ég farin að hugsa næsta. Þannig að þú ert strax farin að skipuleggja næsta ári með sund. Já, það tekur náttúrulega svolítið tíma. Þetta er langt ferli. Þetta er 3 ára ferli. Þannig að ég er með aðrar hugmyndir þess á milli. Eitthvað sem þú vilt deila? Nei, ekki núna. En á næsta ári ætla ég að leggja í eitthvað sem enginn hefur gert. Enginn í heiminum? Enginn í heiminum. Vá. Hvað fær mann til þess að vilja gera það?
forvinni, hefur maður þetta í sér. Og líka bara, þetta yrði stórkostlega skemmtilegt, sko. Þú veist, og öðruvísi, allt öðruvísi. Þetta yrði ekki sjó, ég er tilbúin að segja það. Ok. En ég vil ekki segja mikið, út af því að við erum ekki búin að ákveða einu sinni hvort þetta verði styrktarverkefni, en ég vil það helst. Ég vil helst að allt sé styrktarverkefni og þá erum við ekki búin að ákveða hverja við ætlum að styrkja. Þannig að það þarf að búa til smá, og svo er ég ennþá að ganga frá hlutum í kringum þetta til þess að sjá hvort þetta sé mögulegt. Akkurat. Það er svona, en miðað við... Kannski einhver búin að þessu ef þetta væri auðvelt. Já, ef þetta væri auðvelt þá væri fullt af fólki búið að þessu. Þetta verður mjög erfitt og Spennandi. Ef fólk vil fylgjast með þér, þá er það á Instagram. Já. Til hvers að sigla. Til hvers að sigla. Hvaðan kemur það nafn? Það var bara húmor. Okkur vantaði, við vorum með Facebook síðu fyrir Eyjasundið frá Vestmannaeyjum. Þá hét þetta bara Eyjasund 2022. En svo ákváðu það að við vildum bara halda þessari síðu og vorum eitthvað svona að hugsa í hverju ég að breyta. Og svo fékk ég þessa hugmynd út af mér fannst hún fyndin. Og þetta snýst náttúrulega það að synda. Milli staða á hnettinum í rauninni. Já. Og til hvers? Það er náttúrulega stóra spurning. Til hvers er það þessu? Já, það er stóra spurningin. Ég hef eiginlega ekkert endanlegt svar, sko. Það er alltaf eitthvað nýtt sem að ástæðunar eru svo margar. Yfirleitt er þetta náttúrulega líka, það eru málefnin sem að keyra mig svolítið áfram. Og svo rannsóknir á sjálfum mér bara. Þú veist, sjá hvað maður raunverulega getur gert, sko. Og sjórinn er leiðin fyrir mig. Það er bara, þú veist, þegar maður byrjar, þá stoppar ekkert, sko. Ef þú stoppar alltaf að fara að hvíla eitthvað, þá er þetta bara búið. Þannig að ég tengi betur við það heldur en, þú veist, eins mikla virðingu ég ber fyrir ultramarathon hlaupurum og svona. Ég vil ekki hafa annan möguleika á að setjast niður og hvíla mig. Út af því það fæ ég ekki þetta sem ég er að leitast eftir. Þetta verður að vera þannig að ég byrja og má bara ekki stoppa, annars er þetta bara búið. Það er svona, já, fyrir mig allavega. Er eitthvað sem ég er að gleyma að spyrja um? Eitthvað sérstakt sem að, í öllu þessu ferli sem að... Ekki sem ég veit af, sko. Nei. En eins og bara, þú veist, áður en þú byrjaðir í öllu þessu ferli, finnst þér lífið bara allt öðruvísi núna? Ef þú hugsa bara, þú veist, 10 ár tilbaka eða 20 ár tilbaka? Já. Það er alveg... Hugarfarið aðalega þá? Já. Það er, ef það kemur pressa á mig núna, þá díla ég allt öðruvísi við hana heldur en ég gerði. Og svo, ég er með ADHD, alveg á þokkalega háu stigi, þannig að ég hef alltaf þrífst svolítið í svona chaosi. En ég hef samt ekki kunnað að díla við það. Og þú veist, þegar núna þegar álag kemur á mig, þá yfirleitt líður mér bara ágætlega vel, sko. Út af þar fer ég að performa, sko. Þannig að það hefur margt breyst, sko. Haft góð áhrif á þig? Já, og svo bara öðruvísi sýn á lífið. Þú veist eins og með sársauka, hann þarf ekki að vera slæmur ef að maður horfir á hann með því hugafari að hann sé þannig til að vera kennari, þá getur maður nýtt hann sem kennara og nota þetta sem eitthvað jákvætt. En ef maður ætlar að þú veist, bölva honum og spyrja endalaust spurningum af hverju og benda fingrum jafnvel og velta sér upp úr svo neikvæðan hátt, þá verður þetta alltaf ömurlegt, sko. Og maður lærir aldrei að díla við það. Og það er bara, og í dag það er svo auðvelt í dag að
að ýta sársauka eða pressu svona til hliðar og nota þægindin sem við höfum. En maður er alltaf bara að ýta því til hliðar. Maður er ekki að díla við það. Og það eru bara allt of mikla líkur á því að það spretti upp á einhvern hátt, einhvern tímann. Og þá verður það vesen, sko. Fólk er mikið að deyfa sig með alls konar. Já, já. Gjörðum og hlutum og Efnum og já. alveg sama hvað það er, þú veist, maður, ég held að allir séu líka fíklar í eitthvað, sko. Og ég held að enginn sé 0% fíkill, maður sækir alltaf í eitthvað. Finnst þér þú vera svona fíkill í þetta? Já, alveg 100%, sko. Og ég er alveg fíkill í mér, þú veist, það er, ef að ég hefði til dæmis þegar ég var ungur, ég hefði dottið inn í einhvern mikinn fíkniefna félagsskap, það eru líkur á því að ég hefði endað þar, sko. Og ég er hvatvís, þú veist, og ég vil yfirleitt keyra á stað bara og bara hnefa hann út og hlaupa, sko. Hefur alltaf verið þannig? Já. Svo er kona mín, Sóley, hún er öfugt. Það þarf alltaf að vera skipulagt og hún þarf að vita, sko, plan A, B, C, D og E. Þannig þeir eru geggjað teymi? Já. Hún er bremsa og ég er inngjörð. Og þegar ég kem með svona hugmyndir, mér langar að gera þetta, heldur þetta sé hægt, þá yfirleitt kemur svona moment, nú setjumst við aðeins niður, áður að þú ferð bara og gerir þetta og við skulum aðeins skoða hérna. Skemmtilegt. Þannig að hún á miklu stærri hluti í þessu öllu heldur en fólk átt að segja á, sko. Svo náttúrulega er hún við hliðina á mér allan tímann að gefa mér að éta og er í rauninni heilinn bak við rosa stóran hluta af þessu. Þetta er svo mikið skipulag í kringum þetta, sko. Og þú varst líka með fleiri á bátnum. Var ekki einhver sem hefði sinnt þetta áður? Jú, Sigrún. Já. Fyrsta íslenska konan til að synda þetta. Vá. Hún hefur hjálpað mér rosalega mikið. Ég hringdi í hana, sko, fyrir Kollafjarðar, fyrsta sundið mitt. Og bara hérna, heyrðu, mig langar að gera þetta. Og það er 1 mánuður þangað til ég ætla að gera þetta. Þannig að, hérna, hvað þarf ég að vita? Þannig að hún gaf mér svona, hún hefði náttúrulega örugglega að vilja gefa mér miklu fleiri ráð og fá betri tíma til þess. En hún svona rétt kendi mér á föllin, sjávarföllin, sem ég var ekkert búinn að pæla í, sko. Ég ætlaði bara að fara út í og synda þetta. Skiptir það sem sagt miklu máli að synda þegar, hvernig, já, nú kann ég heldur ekkert á föllin. Já, sko, það er Sjávarföllin. það er ofboðslega mikilvægt að nýta þau út af því að segjum bara að ef að föllin eru annarkvort á móti manni eða með manni, þá verður maður að velja tímasetninguna þannig að þú ferð úti þegar sjórinn er að draga þig út og ýti þig svo inn þegar þú ert að klára. Og það getur verið alls konar hlutir. Ef það eru eyjur til dæmis einhvers staðar við miðjuna, þá verða rosalegir straumar út af sjávarmassin er að fara í eyjuna. Þá geta myndast grautar. Þá verður maður að hugsa hvenær vill ég að liggjandinn sé, og liggjandi er þegar það eru engir straumar, þegar milli falla í rauninni. Og Föllin, er það þegar flæðir að og frá? Já, sem sagt? já. Og þegar það er háflóð, þá eru engir straumar í kannski 40 mínútur til klukkutíma. Okay. Og þegar full fjara, þá er það sama. Og segjum að hérna, það sé eitthvað svona eyjur eða einhverja grynningar eða eitthvað vesen einhvers staðar, og þá vill maður vera í liggjandanum þar. Þá þarf maður að reikna út, þú veist, ok, ég þarf þá að leggja á stað, ég verð þarna eftir cirka 3 tíma. Já, vita nákvæmlega hvað maður er fljótur að synda. Já. Líka á allt, já. Já. Þannig þá verður maður að hugsa, ef ég er með þennan sundraða, þá verð ég að, þú veist, þá verð ég kannski komið þangað eftir 3 tíma, og þá verð ég að leggja á stað 3 tímum eftir fullt flóð. Þá er ég komið þarna á þessum stað og þú veist, það eru reikningar sem maður þarf að fara út í, sko, og maður þarf að pæla í því hvar maður er, hvernig föllin liggja. Svo er smástreymt og stórstreymt. Þá
það fer eftir tunglinu. Þegar það er stórstreymt þá er ekki mælt með því að fara í svona ævintýri. Þá er bara miklu meiri sjór, þá verða straumarnir meiri og allt verður erfiðara. Og svona, þetta er mikil fræði. Já. Sjórinn er eitthvað svo magna fyrirbæri, þetta er Já. eitthvað svo öflugt, þetta er eitthvað svo mikið kraftur. Já, og maður þarf, þegar maður fer í svona verkefni, þá þarf maður bara að, það má ekki vera neitt ego í gangi. Það má ekkert vera, maður verður að átta sig á því að þú ræður engu, sko. Þú verður að spila Náttúrunnar. Já, þú verður að spila leik náttúrunnar og fara eftir náttúrunnar reglum. Annars er þetta ekki að fara að ganga, sko. Það er sem við mannkynið höfum kannski hægt að gera frá upphafi. Já. Eftir náttúrunni þá Já. var örugglega betur fyrir okkur komið. Örugglega. En þetta er alveg, þetta er spennandi og þetta Þetta er er áhugavert. ótrúlega áhugavert. Ég hef nú bara stundað sjósund í Glaðari þú, þá er maður nú bara ekki að synda. Þú veist, þá erum við bara að dippa, eins og þetta. Já. Það er dásamlegt líka. Og dansa svo á ströndinni til að hitta sig. Já, hefur þá verið að fara eftir svona Wim Hof? Ekkert endilega Wim Hof, en svona, já, veist, það heita Glaðari þú. Það er komið líka við taltíminn, hérna, Margrét og Tinna, en dásamlegar. En þær eru búin að vera með í nokkur ár, ótrúlega skemmtinn námskeið. Já. Í Nauthólsvík alltaf nema, ég held að sé í maí er þetta út allt. Já. En annars er þetta alltaf í Nauthólsvík. Þannig ef að fólk vil byrja í sjósundi þá er það góð leið. Já. Og svo er náttúrulega hægt að fara að synda. Nema maður sé eins og þú, bara beint í djúpu. Já, ég kæli líka, sko. Já. Þú veist, ég er ekki alltaf að synda og þá ger ég svipað, sko. Ég reyna að hita mig upp líkamlega, leyfi líkamanum að hita sig upp ákveðið mikið áður en ég fer í heitan pott eða heita sturtu eða eitthvað. Það er rosa góð tilfinning. Og ég hef svona fundið að ég búið til mínar leiðir svolítið út frá annara manna og mér finnst rosa gott að standa bara í svona horstans. Það er náttúrulega lærin Já, akkurat. á fullu og standa bara þannig í einhvern tíma og leyfa þeim að vakna, sko. Við gerum svona svipa og svona ítumar höndun og svona Já, það er Wim Hof spennu leiðin, sko. kviðinn og já. Ég gerði það alveg líka en ég veit ekki af hverju það, mér finnst þægilegra bara að standa í horstans með lokuð augu og anda og Það er svona eins og súmuglímu kappast það. Já, stendur eins og súmuglímu kappið mitt. En svo, það getur náttúrulega líka verið hættulegt að henda sér beint í, þetta er eins og eftir sundið í nóvember. Þá náttúrulega mér var hent strax inn í sjúkrabíl í tjekk, sko. Ég var ekkert í einhverju hættu, en sjúkraflutningafólkið fyrir austan vildi bara kíkja á mig strax. Og þau byrjuðu á því að kíkja blóðþrýstinginn, en græjan fann engar æðar. Já, svo kalt. Já, og svo mældi hún kjarnhitann og ég var komin í 31 gráðu. Í alveg? Sem er rosalega kalt, sko. Það tekur nú svolítið langan tíma að hita sig upp, eða ekki? Jú, enda mátti ég ekki fara í pottinn. Nei. Byrjuði á því að setja einhver svona hitapoka undir handakrikana og Álteppi kannski. já, álteppi og svo í sjúkrabílnum, ég var örugglega í svona korter í sjúkrabílnum þar sem þau voru að hita mig upp og þau vildi ekki hleypa mér út fyrir en þau myndi sjá blóðþrýsting, sko. Svo var ég orðinn nógu heitur fyrir það og þau mældum alltaf og ég held að ég hafi verið komin upp í 33 eða 4. Þá mátti ég fara í volgasturtu og svo alltaf Einmitt, það er bara út af hjartanu, eða ekki? Já. Já. Það er ef maður fer beint í svona hita, sérstaklega þegar maður er búinn að vera kaldur svona lengi, þá getur maður ruglað líkamann og hann heldur í rauninni að líkaminn sé orðinn heitur. Þá dælir hann öllu blóðinu sem hann náttúrulega tekur blóðið til þess að verja líffæri. Þá er náttúrulega bara kalt blóð í kerfinu og svo blekkir maður hann og hann heldur kannski að hann sé orðinn heitur og setur kalt blóð í gegnum allt kerfið og þá er bara svolítil hætta á hjartaáfalli, sko. Hefur þér liðið einhvern tímann mjög líkamlega illa eftir svona þrekgræn? Bara beint að eftir? Meinar bara beint, bara kemur upp úr? Já. Já, Grettis. Já. Grettissundið.
ég var farin að blána þá, sko. Ég myndi vilja vita hvað kjarnhitastigið hafi verið eftir það. En hefur aldrei þurft að hætta bara, sko, að því að bara líkaminn gat ekki meira, þú veist, þú bara gast ekki sinnt eitt sundtaki viðbátt, þú veist það? Nei. Aldrei lent í því. Þetta eru núna 2 sund sem ég þurfti að hætta. Ég þurfti líka að hætta í fyrra. Það var það var bæði bara okkur að kenna, þetta var ekki nógu vel skipulagt. Þá ætlaði ég að synda frá Akranesi til Reykjavíkur og við vorum búin að sjá, sko, ég vildi vera að fara fram hjá Hvalfirðinum í liggjandanum út af því að ég vissi að ef það straumar í gangi þegar maður fyrir fram hjá Hvalfirðinum þá bara mikið straumavesen og við fórum klukkutíma eftir áætlun sem að skemmdi náttúrulega helling og veðurspáin rættist ekki. Við fengum mótvind. Á Íslandi? Já, skrítið, alveg ótrúlegt. En þetta sem sagt, þú vilt ekki fara í mikið meir en 5 metrar á sekundu. Út af öldugangi. Já, það hlýtur að vera erfitt. Já, þetta fór upp í 10 metrar á sekundu og beint framan á okkur. Þannig ég var hættur að hreyfast. Ég var bara syndandi. Þetta var bara svo hlaupabretti. Og þau sáu það strax, sko. Þau sáu eftir 3 tíma, sáu að þetta var ekki að fara að klárast. En sögðu mér það ekki, út af því að þau vildu að ég yrði í 6 klukkutíma, út af því að þetta var líka kuldaprófið mitt fyrir Ermarsundið. Þá þarf maður að vera í 6 klukkutíma ég man ekki 6 klukkutíma eða meira í 15 gráðum eða minna. Og þau sáu þetta bara eftir 3 tíma, þetta ekki bara sjórinn ekki að vinna með okkur og við vorum í Hvalfirðinum og ég var ekki að færast neitt. Og það er mjög mikilvægt að í köldum íslenskum sjó að planið gangi upp út af því að ef maður komin í meir en 15 tíma í íslenskum sjó bara á sundskilu. Ég ætlaði einmitt að spyrja búnaðinn, ertu ekki blautbúning? Nei. Ertu bara í sundskilu? Nema í nóvember verkefninu. Þá fór ég ég vildi samt fá kuldafaktorinn, sko. Þannig að ég bað hann Valda, vin minn í Hafsport, að græja fyrir mig einhvern búning sem að væri bara eins þunnur og hann kemst upp með. Ég vissi ef ég færi í þetta á sundskilunni þá myndi þetta aldrei ganga upp. Það myndi enginn taka þátt í þessu með mér. Það vill enginn, þú veist, það vill enginn fara og taka þátt í einhverju sem bara í alvörinni lífshættulegt. Já. Þannig að hann græjaði fyrir mig þannig einhvern blautbúning sem hannaður fyrir 16 gráðu heitt vatn og í rauninni, hann með svona smá kuldaþol undir handakrygum og svona í kringum einhver líffæri, en annars þetta bara svona snorkelgalli fyrir Tenerife, sko. Og ég hefði líklega átt að taka aðeins þykkari miðað við hvað ég varð kaldur, sko. Já. En þetta einu sundi sem ég hef verið í galla, sko. Hvað var eins og núna í Ermarsundinu? Hvað var vatnið heitt eða kalt? Ég veit að í byrjun var það 19 gráður. Hvernig var það ekki svolítið heitt? Eða? Það var bara mjög hlýtt fyrir mig, sko. Já, gott að... Og kuldi var aldrei vesen, sko. Ég held að það hafi farið kaldast í 14 gráður, sem bara mjög heitt hérna á Íslandi, sko. En það kom í strengjum, ég fann alveg stundum synti maður inn í svona kalda strengi og stundum synti maður inn í bara mjög heita strengi, bara 20 og eitthvað gráður. Já, vá. Ég veit ekki hvað var heitast. En þú þurftir að bíða í nokkra daga úti eftir að fá að synda. Já. Var það bara út af veðri og... Já, það var komin tími. Átt að vera á laugardegi held ég. Svo kom bara þrumuveður þá nótt. Það er mjög hættulegt. Já, það var náttúrulega bara bannað. Já. Og svo, ég var farin að undirbúa mig fyrir það að fara bara heim. Út af því að það var bara, veðurspáin var ekkert frábær, sko. En svo hringdi hann í okkur og sagði að við man ekki hvort það var á miðvikudegi eða fimmtudegi, að þá væri gluggi sem við getum nýtt. Og
veðrið var aldrei slæmt. Það var, jú, fyrstu 4 tímanir var svolítið öldugangur. En ég fann ekki mikið fyrir því, sko. Nei. En áhöfnin fann rosalega vel fyrir því, en það var hún öll gubbandi þannig að... Einmitt, já. En ég held að erfiðasta við Ermarsundi voru marglytturnar. Og mikið af þeim. Já, allan tíman. Og risastórar. Og í öllum litum. Og ég var alltaf að lenda í þeim, sko. Og það voru ákveðin tegund þarna sem mér var mest illa við, sko. Rosa falleg, blá alveg, risastóra blá alveg með þvílíku skikkjurnar niður og þykka svona arma. En þegar hún náði mér, þessar, það var svo vont. Og Hvernig þá vont? þetta bara brann. Já, þetta var bara, svona brenni, já. Já, þetta var bara eins og einhver hefði bara sett. Er það þræðirnir sem það draga eftir sér sem brenna svona? Já. Og ég lendi, þær voru þann allan tíman, einhvers staðar, þú veist. En ég lendi allavega einu sinni í svona þyrpingu. Það sem það voru alls staðar. En sést það ekkert á líkamanum þá? Jú. Það er alveg, ég er ennþá með hérna á bakinu, bara svona, eins og sé búið að mála á mig þetta er svona eins og máling sem hefur lekið. Já. Og það var rosalega erfitt stundum að synda í gegnum þetta, vitandi hvað var þarna. Og í eitt skipti þá meira segja var ég bara hársbreidd frá því að panika, sko. Þá henti ég mér bara bakið og ruslaði mig í gegnum þetta og vonaði að það besta, sko. Já, ég heldur að það með þess að sýnt frá því í stóri. Já, það getur verið, sko. Það var rosa mikið af þeim þá og þær voru svo stórar. Ég gerði mér ekki grein fyrir hver eru stórar hana. Ísland er svo lítið á allan hátt. Það var mér í eitt skipti, þá brá mér, ég held að væri einn alveg uppi mig, sko. Það var svona alveg í byrjun og ég ætlaði svona að lemja hana frá mér en hitt ekki í neitt. Ég kom, hvað? Fór svo aðeins lengra og leit aftur fyrir mig, þá var hún lengst fyrir neðan mig, sko. Já. Og risastór, sko. Já. Hún var örugglega bara stærð við mig, bara. Og er það svona stór? Já, þetta er ógeðslegt, sko. Ok. En það er líka kannski bara svolítið táknrænt að þú veist, við lendum í alls konar hindrunum í lífinu. Já. Þú veist, eins og á svona sundi, þú veist ekki alveg hver er von á. Nei, ég hata þetta á meðan, en ég er alltaf svolítið ánægð með þetta eftir á. Út af þetta gerði eitthvað, þetta sló mig út af laginu og challengeaði mig og lét mig þurfa að þú veist, lenda fótunum og vinna mig í gegnum vandamálið, þú veist. En á meðan, þá er þetta ömurlegt. Og þau meira sér hlógu og klöppuðu í eitt skipti út af þær voru þarna allan tíman. Ég var svona farin að verða ónæmur fyrir þeim. Og ég var farin að berja þær frá mér. Og eitt skipti þá kýldi ég eina bara fast og urraði eitthvað aðeins á hana. Það var ég vel þreyttur á þeim. Þá klappaði áhöfnin. Ja. En voru ekkert, eru ekki hvalir eða risafiskar, voru þeir ekkert að trufla þig neitt? Ég sá aldrei neitt, sko. Nei. En það var alveg hellingur að þeim. Já. Og þau sáu hval og sáu mikið af svona, ég man ekki hvað þessi fiskitegund heitir, en það eru svona hópum og maður sér það á yfirborðinu og fara þær að busla. Ég man ekki hvað þessi fiskitegund heitir. En þú varst ekkert verið það? Nei, ég fattaði ekkert, sko. Ég var við marglyttur og einstaka svona ála, litla. Sem að komið svona, maður sá það svona dansandi í kringu sig og stundum upp við mig, fann ég fyrir þeim strjúka mér. En ég sá aldrei neinn dýr, sko. Ég heyrði þeim, ég heyrði í hvölum. Ja. Það var alveg fínu og þægilegt. Þannig hvað heldur þetta hafi kennt þér, þetta ævintýri? Þetta kenndi mér ennþá meira á náttúruna. Hvað hún er miskunnarlaus. Og hvað maður þarf að spila með henni. Og þetta kenndi mér það, ég er bara ekki alveg nógu góður sundmaður. Ég er með stamínuna, ég er með hausinn og viljan og allt þetta, ekki með tæknina. Þó þetta var kannski ekki hræðileg tækni sem ég var að nota, en hún var ekki fyrir svona. Og Sigrún liðstjóri og sem er búin að synda þetta, hún ætlar aðeins að fara núna með mér
og kenna mér þessa sjósund tækni sem að þú veist, maður fyrir bæði hraðar og að spara orku og þetta svona smáatriði sem að ég vissi bara ekkert, sko. Og við ætlum að vinna í því vel núna og ég þarf að lyfta meira. Styrki höndum aðalega þá? Já, öxlum og höndum og baki. Já, mitt efri. Já. Skriðsund er náttúrulega bara það. Já, og eftir, þú veist, ég veit nú ekki hvað það voru mörg sundtök, en þau voru mjög mörg og þá er þetta orðið mikið álag, sko. Ég var alltaf lyft aðeins, en ég hefði átt að einblína meira á lyftingar. Já, svona vöðva úthald. Já. Ég var meira að hugsa sprengikraft og stamínu og undirbjó mig þannig, sem er náttúrulega líka alveg mikilvægt. Þú veist, maður þarf að nota sprengikraftin alltaf inn á milli og hann var góður hjá mér. Þú veist, ég entist alveg í sprengi orkuneyslu. Þegar þú þurftir að reyna að ná bátnum og svo varst að segja, mér frá árum byrjum að taka upp. Já, ég entist alveg, en ég var bara ekki að fara nógu hratt. Og ef ég hefði verið með tæknina, þá hefði ég hugsanlega geta haldið í við bátinn. En þú veist, ég ætla samt ekkert að velta mér of mikið upp úr því. Ég ætla bara að læra af því og ég ætla ekki að svekkja mig á því sem að ég gerði ekki. Ég ætla bara að læra að því út af því að ef það er eitthvað sem ég hef lært þá er það að svona misheppnaðar ferðir eru ógeðslega leiðilegar en þær eru ótrúlega nauðsynlegar líka. Kannski kenna manni mest. Já, þær kenna manni langmest. Og þetta er ömurlegt, þú veist, mann líður ömurlega, sko. En eftir á, ef maður lætur það ekki endanlega brjóta sig, þá var þetta mjög mikilvægt. Og ég lærði bara helling þarna. Hellingur sem ég veit núna alveg upp á hár hvað ég þarf að vinna í og hvað ég þarf að laga og sérstaklega fyrir næsta verkefni sem ég er búinn að undirbúa, ef það verður úr því þarf að segja, sem er mjög líklegt. Það er svona, ég er búinn að fá grænt ljós frá flestum allavega, en þá þarf ég að vera búinn að laga þetta, sko. Þetta er áhugavert, mjög. En bara, ég ætla að fara að hleypa þér út til hundanna þinna. Já, já, þetta er alveg, við erum búin að vera svona lengi. Já, tíminn flýgur þegar það er gaman. En bara takk fyrir að deila þessari sögu með okkur og þetta er ótrúlega táknrænt eins og þú segir. Já. Fyrirgefið heilsuna, andlega heilsuna. Já, hún verður að vera í lagi, sko. Andlega heilsan kemur undan líkamlegri heilsu fyrir mér. Út af því að þú heldur, það er erfitt að halda í líkamlega heilsu ef að hausinn er einhvers staðar annars staðar, sko. Þannig að, og svo mæli ég bara með því að fólk styðji við bakið á Pieta. Þó það sé ekki nema bara að deila einhverju, þú veist, bara, þannig að allir vita að þetta er til. Deila þessu viðtali okkar hérna. Já, deila þessu viðtali. Skoða síðuna mína, til hvers að sigla, það er náttúrulega hellingur að Pieta dótið þar. Og pæli þessu sem við erum búin að tala með sjálfan sig, líta aðeins á sjálfan sig og svona aðeins að, þú veist, er eitthvað, get ég bætt gæði lífsmins með einhverju bara svona, einhverju litlu. Við erum í lífi í lúkunum, það heitir hlaðvarpið. Nákvæmlega. Á endanum, þó að náttúran takir stundum úr okkar höndum, þá er margt sem við getum gert sjálf. Já, og það er einmitt með þetta að Ermarsundi kláraðist ekki. Þar skiptir öllu máli hvernig ég ætla að díla við það. Hvort ég ætla að leggjast í sjálfsvorkunn og finnast þetta ömurlegt og skammast mín fyrir það að hafa ekki komist allavega yfir og allt er ömurlegt eða vinna í því og reyna aftur. Þetta er eins og ein kona sagði við mig, við köllum þetta delayed success og mér fannst það svolítið skemmtilegt. Þannig að við höldum því bara. Þetta klárast einn daginn. Herði, bara takk kærlega aftur og gangið þér rosa vel með það sem er framöndan. Takk fyrir mig. Ef þér þótti þátturinn áhugaverður, þá þætti mér mjög vænt mundir deila honum áfram. Og ef þú ert ekki nú þegar að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcasts, þá langar mér líka að biðja þig að smella á eitt follow þar og jafnvel gefa hlaðvarpinu einkunn.
En ég ótrúlega þakklátt, ég sé að ég með 4,9 stjörnur af 5 mögulegum inn á Spotify og að það eru 87 manns búin að gefa einhvern, þannig að við erum greinilega að gera eitthvað gott saman hérna. Þannig ég segi bara takk fyrir, sjáumst næst.